Já, það góður áhorfendur, hjartanlega velkomin hér í þessa útsendingu sem frá bikarúrslitum Vísbikarsins árið 2024. Hér framundan fyrsti leikurinn í úrslitunum, úrslitaleikurinn, þar sem við takast á Stjarnan og KR í 9. flokki drengja. Og hér verður væntanlega framundan spennandi leikur. En eru 9 mínútur í leikinn, eitthvað svolítið, 9:30, eitthvað svoleiðis. Og liðin eru komin hér í salinn og eru hér að hita upp. Það mikil spenna hér hjá ungumönnunum eftir þessum leik og eins og gefur að skynna. Og áhorfendur eru byrjað að tínast hér í salinn. Og hérna megin eru við með stjörnumenn. Og þjálfari stjörnunar að sjálfsögðu Ingi Þór Steinþórsson. Og þjálfari KR-ingana Bojan Desnica. En við bíðum eftir því að leikmannakynning fari fram hér 6 mínútum fyrir leik. Og ég mun fara yfir leikmennina eftir það. En þetta að tínast að stað og hérna dómararnir í dag eru komnir hér í salinn. Dómararnir á þessum leik eru þeir Aron Rúnarsson, Einar Valur Gunnarsson og Daniel Steingrímsson. En okkur ekkert að vanbúnaði annað heldur bara að njóta þess að horfa á unga fólkið hita hér upp. Fermingaraldurinn hér 9. flokkurinn. Menn stíga inn í páska og fermingar, en þetta spennandi. Nú kannski áður heldur en að já, þá flauta hér inn. Svo erum bara yfir þetta á eftir í rónaði. Hér kynnum við Guðmundur Orri Jóhannsson. Númer 3, Arnaldur Más Níelsson. Númer 7, Benedikt Sveinsson Blöndal. Númer 9, Benedikt Stefán Andersson. Númer 11, Arnar Reynsson. Númer 14, Helgi Halldórsson. Númer 26, Gunnar Viktorsson. Númer 24, Jóhannes Ragnar Hallgrímsson. Númer 33, Emil Björn Hávarsson. Númer 68, Orri Ármannsson. Númer 0, Skarpið Gauti Ímarsson. Þjálfari liðsins Bojan Desnica. Númer 3, Helgi Jónsson. Númer 4, Samuel Arnar. Númer 7, Freyr Viðarsson. Númer 9, Stefán Árni Arnarsson. Númer 11, Mári og Túnir. Númer 13, Benedikt Guðmundsson. Númer 17, Jónsi Sigurðarsson. Númer 23, Daniel B. Gunnarsson. Númer 27, Sigurður Hermann Gunnarsson.
Nú áður en að lagt er að staðinn í leikinn, þá eins og ég sagði áðan, þá þetta 9. flokkur drengja og vegferð þessara liða í gegnum úrslitakeppnina. Ég ætla nú ekki að fara yfir hana í þaula en undan úrslitaleikir þessara liða voru annars vegar fyrir KR, þá tókust þeir á við Fjölni úr Grafarvoginum og þeir unnu þann leik þann 7. febrúar síðastliðinn út á meistaravöllum. Það fór leikurinn 66-60 fyrir KR og sama skapi 7. febrúar sama dag á íþróttamiðstöðina Varmá tókst Stjarnan á við Aftureldingu 9. flokk drengja. Sá leikur vannst á Stjörnunni 68-56. Nú, ég hef nú ekki miklar upplýsingar um liðin í sjálfum sér en við fara ekki yfir leikmannalistan aftur bara og byrja hér á liði Stjörnunar og það er liðsmaður númer 3 Pétur Rúnarsson, númer 4 Skarphéðinn Arnar Gunnlaugsson, númer 7 Freyr Viðarsson, númer 9 Stefán Árni Margeirsson, númer 11 Kári Þór Túlinius, númer 13 Benedikt Guðmundsson, númer 17 Jón Breki Sigurðarsson, númer 23 Daniel Geir Snorrason, númer 27 Sigurður Hermann Tjörvarsson, númer 35 Steinar Rafnarsson, númer 44 Kormákur Nói Djakk og lokum liðsmaður 58 Baltasar Torfi Linsson. Og þjálfari Stjörnunnar sem kom fram hér áðan Ingi Þór Steinþórsson. Þá það lið KR hér í kvöld. Bojan Desnika eins og ég sagði áðan. En við bíðum bara eftir því að leikurinn hefjist. Dómarnir eru klári í bátana og við erum hér í útsendingunni komin af stað. Vonandi gengur þetta bara allt vel og hérna verður okkur til sóma. En ég óska ykkur góðra skemmtunar og mun svona grípa inn í með lýsingu hér úr húsinu en við látum aðalega andrúmsloft leiksins ljóma og við ættum að vera með gott hljóð hér úr salnum í útsendingunni. Takk fyrir bili.
Og lið Stjörnunnar tekur hér leikhlé og ræður ráðum sínum.
Og það verður ekki sagt annað heldur en að fyrsti leiklutur hafi verið spennandi og skemmtilegur. Einkendist auðvitað á stórum hluta því að þriggjastiga nýting var góð, sérstaklega hjá KR-ingum. En í seinni hluta leiklutans þá náði Stjarnan aðeins löndum og komst næð, og nú erum við með leik og hér er staðan 15-18 fyrir KR. Og hver leikluti er 8 mínútur spilaðar í 9. flokki og leikhlé á milli leikja eru 2 mínútur. En við bíðum bara spennt eftir næsta kafla leiksins og vonandi gengur þetta allt vel fram. Og það er allt í lagi og meðan við bíðum eftir að leikurinn fara á stað að fara yfir það hverjum hefur svona gengið best í þessu. En í stigaskoruninni þá hefur hjá KR liðsmaður númer 2 Kajak, býttu nú við, ég er að reyna, hann er nú ekki á listanum en það er á mér, þetta er nú ekki allt fyrirgefið, ég er vitlausum megin, Stjörnum megin. En stigahæsti liðsmaðurinn í fyrsta leikluta er með 8 stig úr KR. Og við förum yfir þetta betur á eftir í hálfleik.
Og KR-ingar taka leikhlé. Það er 1 mínúta og 11 sekúndur eftir. Þetta hefur gengið á ýmsu í þessum leikluta. Einkennist nú helst af mistökum á báða bóga. En liðsmenn KR sem að hafa skorað eru Skarphéðinn með 2 stig, Haraldur með 2 stig og Benóni með 6 stig, Arnar kom með 2, Jóhannes með 6 stig, Emil Björn með 2 og Orri með 8 stig. 2 þeirra með 2 villur og 2 þeirra með 1. Stjörnumegin eru það Benedikt sem hefur skorað 2 stig, Jón Breki með 4, Steinar Rapp með 8, Kormákur með 5 og Baltasar með 3. Benedikt með 2 villur og 2 aðrir Steinar og Skarphéðinn með 2 villur. En við bendum ykkur líka á statið hjá KKÍ þar sem að þessi leikur er stataður í þaula og fólk getur séð hvernig leiknum vindur fram. En við bíðum bara eftir að leikliðið klárast, dómararnir flauta það hér út og við höfum eftir 1 mínútu og 11 sekúndur í hálfleikinn. Skemmtum okkur vel við því.
Þjálfari Stjörnunar tekur leikhlé. Inn í hálfleik. Það var komin hálfleikur og við tökum okkur 15 mínútur í hann.
Já, góður áriðu, þá ferum við nú að nálgast síðari hálfleik í þessum lið í 9. flokki drengja bikarúrslitum. Hérna ljóst að í seinni hálfleik verður krýndur bikarmeistari ársins 2024. Nú, af liðunum það helst að segja að stigaskorið nú svona aðeins jafnara hjá KR-ingum heldur en Stjörnunni. Og dreifingin svo sem ágætt hjá KR-ingum. Skarphéðinn með 2 stig, Haraldur með 2 stig, Benóni með 6, Arnar með 2, Jóhannes með 6, Emil Björn með 2 og Orri með 9. Nú Stjörnumegin eru færri sem hafa komist á blað. Það Benedikt með 2 stig, Jón Breki með 4, Steinar Rapp með 10, Kormákur með 5 og Baltasar með 3. Nú, við bíðum bara spennt eftir því að liðin komi hér út í seinni hálfleikinn. Höfum það í huga að körfubolti leikur áhlaupa, 24-29, það engin munur. Vonandi verður þetta bara spennandi og skemmtilegur seinni hálfleikurinn og streymið gangi vel. Nú, fyrir tölulegar upplýsingar úr leiknum bendi ég á það inn á heimasíðu Körfuknattleikssambandsins tilvísun í statið fyrir leikinn. Leikurinn stataður eins og fullorðinsleikur og þar að finna allar helstu tölfræði upplýsingar leikinn. En við látum þetta bara ganga, en eru 20 sekúndur, þannig að góða skemmtun í seinni hálfleik. Takk fyrir.
Nú KR kom með bónus, þannig að Stjarnan gefur þeim 5. villuna og KR tekur 2 víti. Þjálfari Stjörnunnar tekur leikhlé. Nú það virðist vera að liðsmaður KR hafi Stjarnan kemur hér inn og tekur 1 víti. Það var dæmt tæknivilla á einn liðsmann Varmannabekks KR sem kom hér inn á völlinn og var eitthvað að segja við dómarana og hér er skotið einu skoti.
Jæja, þá þriðja leikluta lokið og það færist fjör í leikinn og nú svona við liðunum, KR eru yfir 44 á móti 39 og það virðist nú vera að eini leikmaðurinn sem hér í villuhættu leiðsmaður númer 13 í Stjörnuliðinu með 4 villur en aðrir eru bara með 3 eða færri. Nú stigahæstu leikmenn í liðunum eru í KR-liðinu Benoni með 13 stig og Stjörnumennir Steinar Rapp sem með 17 stig. En við erum hér bara í stuttu leikhléi og stefnum að því að fá hér hörku spennandi 4. leikluta og svo nýja bikarmeistara, fyrstu bikarmeistara helgarinnar í 9. flokki karla. Og það skemmtur bara.
KR tekur leikhlé.
Og þá góðu gestir og áhorfendur höfum við fengið nýja bikarmeistara í 9. flokki karla. Það eru KR-ingar, þeir eru vel að þessu komnir. Áttu hér stórglæsilegan og skemmtilegan leik og hafðu í raun yfirhöndina á móti liði Stjörnunnar stæðstan hluta leiksins. Nú hér undirbúin við verðlaunaafhendingu og við höldum útsendingunni bara í gangi þangað til og horfum á strákana að lyfta bikarnum. Nú hér á líka eftir að velja mann leiksins, en í KR-liðinu þá enduðu þeir með 56 stig. Þar skoraði Skarphéðinn 2, Haraldur 2 stig, Benóni var með 17 stig, Arnar með 4, Jóhannes með 15, Emil Björn með 5 og Orri með 11 stig. Nú Stjörnumegin það Benedikt með 2 stig, Jón Breki með 4, Daniel Geir með 10, Steinar Rapp með 19 stig, Kormákur með 7 og Baltasar með 6. Og hér skiljanlega gleði og glatt á hjalla og fögnuður hjá KR-ingum og við hjá Stjarnan TV óskuðum innilega til hamingju með þennan stórglæsilega leik. Nú við byggjumst velvirðingar á truflunum sem voru þarna í 3. leikluta í útsendingunni. Það lítið að treysta á internettengingar í útsendingum, en við erum búin að vera að gera prófanir hér í allan dag og þetta gekk bara glimrandi vel. Svo bara á einhverjum kabla í útsendingunni þá gerist einhver tregð á internetinu sem dregur úr afkastunum. En við byrjum á því að fá hér verðlaunaafhendingu fyrir liði sem að varð í öðru sæti. Það keppnisliði Stjörnunnar í 9. flokki. Og sem þjálfari þeirra, hann Ingi Þór Steinþórsson. Og skiljanlega eins og alltaf þegar í bikar þá eru vonbrigðin mikil þegar leikir tapast. Þetta nú bara yndisleg keppni þar sem að bara eitt tækifæri býðst og það bara einn meistari. En við horfum hér á strákana úr Stjörnunni taka við sínum medaljum og það fulltrúi Körfuknattleikssambandsins sem afhendir þeim medaljurnar. En þessir hópar báðir tveir eiga svo sannarlega framtíðina fyrir sér og spennandi að horfa á það til framtíðar. Og þá búið að afhenda keppnisliði Stjörnunnar sín verðlaun fyrir annað sætið, silfur, og bjóðum við þá velkomna hér á pallinn sigurvegarana, bikarmeistarana í 9. flokki karla, KR.
Og þá búið að afhenda bikarmeisturum KR medalíurnar. Þá ekkert að vanbúnaðið að verðlauna hér mann leiksins. Nú liðsmaður KR sem maður leiksins númer 9, Benóni Stefán Andrason. Benóni skoraði 17 stig í leiknum og mjög vel að þessum titli heiðri kominn. Og hann fær bikar að launum fyrir það. Og þá lyftaðir bikarnum. Fyrsti bikarinn kominn á loft. En við höfum þetta ekki lengra á þessari útsendingu. Og horfum á strákana hlaupa hér einhvern hring ef þeir vilja. En annars þökkum við fyrir okkur.